Á tímum þegar ótti heltók hjörtum manna, þegar frelsun var keypt og sektarkennd var viðvarandi, fæðist barn inn í erfiðleika, mótað af aga, mildað af fórnum, þjakað af kenningum synd og ótta. Hjarta hans brann af þrá eftir einhverju meira. Í þögn gleymdra orða brýtur opinberun myrkrið. Réttlátir munu lifa fyrir trú. Vopnaður hugrekki, getið af sannleika, þorir hann að ögra spillingar veldi. Þegar hann stendur frammi fyrir harðstjórnar úrskurði, gerir hann eitthvað óhugsandi. Hann brennir burt fjötra kúgunar og kveikir byltingu sem mun að eilífu breyta gangi sögunar. Á jaðri sögunar mun trú eins manns lýsa leiðina. Saga Lúthers hefst ekki í konungssölum né í faðmi auðsins, heldur í auðmjúkasta stað, bændaheimili, þar sem kaldur biti fátæktar var jafn kunnuglegur og daglegt brauð sem afla var að erfiði. Hann fæddist ekki inn í forréttindi, né var leið hans gerð greið af þægindum aðalstéttarinnar. Nei, fyrstu ár Martins Lúthers áttu sér stað í hrjúfu og hrjóstrugu landslagi almennrar vinnu undir vakandi augum foreldra sem skildu erfiðleika og fórnir. Faðir hans, Hans Lúther, var ákveðinn maður, almennu borgari sem barðist fyrir lífsviðurværi sínu með harðgerðum höndum og óbilandi vilja. Hver sveifla með hakanum var ekki bara leið til að lifa af, heldur bæn í verki, óorðuð bæn að sonur hans myndi rísa yfir erfiðið sem hafði einkennt daga hans. Með mynt aflað í striti greiddi Hans fyrir ná Martins og sá fyrir sér framtíð hans í lögfræði, starfi sem lofaði öryggi og virðingu. En Guð hafði önnur plön, áætlanir sem hvorki faðir né sonur gátu enn séð. Hans var maður mikil styrks, ekki aðeins líkamlega heldur einnig sannfæringar. Hann var þekktur fyrir heiðarleika sinn, viljastyrk og huga sem efast hluti sem aðrir samþöktu blindandi. Það var einmitt þessi hugur sem leit á klausturkerfið af tortryggni og treysti ekki glæsileika og hefðum kirkjunnar þegar hún fór frá sannleikanum. Og þótt hann dreymdi son sinn klæddan í klæði fræðimanns, bað hann af djúpri einlægni að Martin mætti þekkja nafn drottins og einn daginn þjóna framrás sannleikans. Hann vissi kannski ekki hversu öflug sú bæn yrði, hvernig hún myndi hrista sjálfar undirstöður kristninnar. Móðir hans, Margaríta, var jafn öguð, ól börnin sín upp af traustri kennslu og í óbilandi skyldurækni. Heimilið var strangt, kannski of strangt stundum, en fullt af einlægri löngun til að móta karakter, móta ungan Martin í mann dygðar og ábyrgðar. Aginn var strangur á þeim tíma og foreldrar töldu að það að spara vöndin myndi eyðileggja barnið. Það voru erfiðir tímar sem kunna að virðast harðir í augum nútímans, en á þeim tíma voru þeir taldir nauðsynlegir til að móta sterkar sálir. Lúther sjálfur myndi síðar líta tilbaka á þetta uppeldi með bæði skilningi og sorg og viðurkenndi bæði mistök og einlægni foreldra sinna. Það var í þessum aga, fátækt og trú sem andi Martins Lúthers mótaðist. Hann ólst upp með þekkingu og gildi atvinnu, kostnaði þekkingar og þunga væntinga. Hann var ekki barn sem lét glepjast af iðjuleysi. Frá upphafi laðaðist hann að námi, ungur hugur hans þrýsti eftir þekkingu. Foreldrar hans, þrátt fyrir hófleg efni, tryggðu að öll tækifæri til siðferðislegs og vitsmunalegs vaxtar væri nýtt. Ef það var tiltæk bók, las hann hana. Ef það var lexía, þá lærði hann hana. En tímarnir sem hann lifði á voru myrkir af hjátrú. Trúarbrögð voru ekki uppspretta huggunar, heldur ótta. Kirkjan í stað þess að lyfta byrði syndarinnar lagði hana oft þyngra á fólkið. Guð var ekki kynntur sem kærleiksríkur faðir, heldur sem strangur dómari, óhagganlegur og fljótur að fordæma. Þetta var heimurinn sem ungi Martin ólst upp í, heimur þar sem trú var flækt í helgisiði, þar sem frelsun virtist vera áunnin frekar en gefin frjálslega. Jafnvel sem barn var hjarta hans órólegt vegna þessara kenninga. Hann óttaðist reiði Guðs. Á nóttunni lá hann vakandi, ungur hugur hans kvalinn af hugsunum dóm. Hafði hann syndgað þennan dag? Hafði hann gert nóg til að geðjast Guði? Þessar spurningar ásóttu hann, þrýstu á sál hann eins og þungi sem hann gat ekki lyft.
en jafnvel í miðjum þessum ótta var eitthvað að vakna innra með honum, óseðjandi hungur eftir sannleikanum. Þetta hungur leiddi hann inn dyr skólahússins þar sem hann mætti ekki góðvild eða hvatningu heldur kulda og hörku. Menntun á þeim tíma var ekki blíður ferill. Aginn var oft grimmur, ungir nemendur voru barðir fyrir minnstu brot. Martin upplifði þetta af eigin raun, þoldi refsingar sem skildu eftir sig varanleg spor. Kennararnir voru strangir, kennslan krefjandi og væntingarnar miklar. Til að bæta gráa á hana svart fylgdi fátækt honum inn í kennslustofuna. Þegar hann var sendur í burtu til að læra í annan bæ, átti hann enga peninga fyrir mat. Sonur fátæksmanns gat ekki leyft sér lúxus og jafnvel einföld máltíð var stundum utan seilingar. Svo gerði hann það sem margir fátækir nemendur gerðu. Hann gekk hús úr húsi, söng sálma á götum úti, vonandi að einhver af góðvild myndi bjóða honum brauðbita. Ímyndaðu þér hann, ungan dreng með skýra einlæga rödd, standa í kuldanum, lyfta söng sínum í von að einhver, hver sem gæti sýnt honum miskunn. Suma nætur fór hann að sofa með tóman maga en aldrei tóman huga. Hungrið hafði nagað líkama hans en það gat ekki étið huga hans. Hann hélt áfram þrátt fyrir erfiðleikana. Hann var þolinmóður þrátt fyrir grimmdina. Hann stundaði nám þrátt fyrir fátæktina. Og á þessum árum baráttu fæddist eitthvað innra með honum, segla, eldur, þrá eftir einhverju meira en það sem heimurinn bauð upp á. En þyngd trúarlegs ótta yfirgaf hann aldrei. Kenningar kirkjunnar hvíldu enn yfir sál hans, hvíslandi fordæmingu, dóm, ómöguleikana á að vera nógu góður. Hann vildi vera réttlátur, vera verðugur í augum Guðs, en hvernig? Hvernig gæti hann nokkuð tíma staðið undir væntingum? Þrátt fyrir allt hélt hann fast í eitthvað sem myndi verða hornsteinn lífs hans, bæn. Hann skildi þegar á unga aldri að bænin væri ekki bara helgisiður, heldur nauðsyn. Síðar sagði hann, góð bæn betri helmingur námsins. Hann vissi að sönn viska kæmi ekki eingöngu frá bókum manna, heldur að leita visku Guðs. Það var þessi trú sem hélt honum uppi gegnum erfiðleika æsku hans, jafnvel þegar ótti og hjátrú reyndu að halda honum föngnum. Jafnvel þótt hungur og erfiðleika þrýstu á hann, var eitthvað dýpra innra með honum, eitthvað sem beið eftir að brjótast út. Hann vissi það ekki enn, en ferðalag hans leiddi hann að sannleika sem myndi brjóta niður keðjur myrkursins, sannleika sem myndi frelsa ekki aðeins hann sjálfan, heldur milljónir. Myndi hann halda áfram að berjast undir byrði verka og ótta, eða myndi hann finna í síðum löngu gleymdrar bókar lykilinn að frelsi sem hann hafði aldrei þekkt. Byrði óttans lá enn þungt á hjarta Martins. Hver dagur var barátta milli djúpra löngunar hans til að þóknast Guði og þeirra dapurlegu trúar að sama hversu mikið hann reyndi, myndi það aldrei duga. Hjátrú hans tíma nærði aðeins þennan ótta, hvíslar reiðan Guð, dómarar sem vera alltaf tilbúin að fordæma, hjálpræði sem þarf að vinna sér inn með þjáningu. Var engin endir á þessari byrði? Var engin leið að standa fyrir framan Guð án þess að skjálfa? Svo einn daginn gerðist eitthvað sem breytti öllu. Það var í bókasafni Háskólans í Erfurt, stað þar sem hillur teygðu sig hátt með ritum manna, visku fræðimanna og umræðum guðfræðinga. Það var rólegur staður, herbergi fullt af þekkingu en tómt af þeim svörum sem Lúther leitaði svo örvæntingafullur að. Hann hafði lesið heimspeki, lög og kenningar, en því meira sem hann lærði, því órólegri var sál hans. Hvað gagnast öll þessi þekking ef hún gæti ekki sagt honum hvernig hann ætti að finna frið við Guð? Fingur hans struku yfir gömul bindi af bókum á meðan hann leitaði að einhverju, hvað sem gæti gefið honum skýrleika. Og svo eins og að guðlegri ákvörðun lenti hönd hans á bók sem var ólík hinum. Hann dró hana af hillunni, rykið reis upp þegar hann opnaði þungt bindið. Þetta var Biblía, ekki brotakent safn ljóða sem heyrist á guðþjónustum, ekki þau ritningabrot sem prestar lásu upphátt. Nei, þetta var öll Biblían, full opinberun orðs Guðs. Lúther hafði aldrei vitað að slíkt væri til. Kirkjan hafði aldrei sagt honum frá þessu. Hann hafði gert ráð fyrir eins og flestir að það sem lesið var í kirkjunum væri allt sem væri til. En hér í höndum hans var eitthvað stærra, eitthvað viðfemt og fullkomið. Með hjartslátt í brjóstinu fletti hann síðunum. Augu hans skönnuðu orðin, drukku þau inn eins og maður sem að deyja úr þorsta drekkur vatn.
Hann las eins og líf hans væri undir því komið og á margan hátt gerði það. Ó, að Guð myndi gefa mér slíka bók fyrir sjálfa mig, hvíslaði hann, ófærum að halda aftur að þránni í hjarta sínu. Tíminn stóð kyrr, hann las og orðin lifnuðu við. Þetta var ekki rödd manna, þetta var rödd Guðs, og í fyrsta sinn fann Lúther eitthvað nýtt vakna innra með sér. Ekki ótti, ekki þyngd sektarkenndar, heldur eitthvað annað, glampi vonar. Orðin skinu eins og leiðarljós í myrkri sálar hans. Það var eins og englar umkringdu hann, hvíslandi, horfðu og lifðu. Geislar ljós frá hásæti Guðs virtust skína af síðunum og afhjúpa honum fjársjóði sem lengi hefði verið falinn. Hann las náð, miskunn, fyrirgefningu. Hann las Krist ekki aðeins sem fjarlæga persónu í athöfnum kirkjunar, heldur sem lifandi persónlegan frelsara. En með hverri síðu þrýsti annar raunveruleiki á hann. Eigin sinn. Hann sá sjálfan sig speglast í sögum þeirra sem höfðu brugðist viðvörunum uppreisnar og ákalli iðrun. Hann hafði óttast synd áður, en nú sá hann hana með nýjum augum. Boðorð Guðs voru ekki handahófskennda reglur. Þau voru heilög, óbreytanleg og hann hafði brotið þau. Hann var ekki réttlátur, hann var ekki heilagur. Engin fasta, engin játning, engin iðrun gat þurrkað út sannleikann. Í daga og vikur sneri hann aftur að Biblíunni. Hann las hana í laumi, faldi hana eins og dýrmætan fjársjóð. Því meira sem hann las, því meira áttaði hann sig á hversu lítið hann vissi í raun Guð. Hvernig gat það verið að kirkjan, sú stofnun sem átti að leiða menn til frelsunar, hafði haldið þessum orðum frá fólkinu? Af hverju voru þessi sannindi læst inni, fjötruð bak við klaustushurðir og aðeins sagðar í brotum? Sannfæring syndarinnar óx innra með honum, óbærileg þyngd hvíldi á hjarta hans. Ef ekki væri hægt að vinna sér inn frelsun, hvernig væri þá hægt að öðlast hana? Hann þráði að losna við sektarkennd, en alla tilraunir til að hreinsa sig virtust misheppnast. En í örvæntingu tók hann ákvörðun. Ef hann gat ekki fundið frið í heiminum, gæti hann kannski fundið hann í einveru. Hann myndi skilja eftir truflanir lífsins, freistingar holdsins og helga sig alfarið Guði. Hann myndi verða munkur. Dagurinn sem hann gekk inn í klaustrið var það með hjarta sem var bæði ákaft og þungt. Hér taldi hann að hann myndi loksins ná tökum á syndugu eðli sínu. Hér í kyrrð klaustursins myndi hann finna þá vissu sem hann hafði leitað svo lengi. En líf munksins var ekki eins og hann hafði ímyndað sér. Hann fékk lægstu verkefnin að skrubba gólf, þrífa óhreinindi og biðja ölmusur á götum úti. Hann tók upp harðar reglur klausturlífsins og trúði því að þjáning myndi gera hann verðugan. Hann fastaði stundum í marga daga þar til líkaminn var veikur og skjálfandi. Hann svaf á köldu gólfi án teppis, skjálfandi gegnum langan nætur í tilraun til að refsa holdinu. Hann barði sjálfan sig svo hann fékk marbletti á húðina í vonum að sársaukin myndi reka burt syndina. Ég var sannarlega guðhræddur munkur, sagði hann síðar. Ef munkur geti nokkur tíma fengið himnaríki með munkastörfum sínum, hefði ég sannarlega átt rétt á því. Ef þetta hefði haldið áfram miklu lengur, hefði ég borið niðurlægingar mínar jafnvel til dauða. En færði þjáningin frið, hreinsaði fastan sál hans, lyftu bænirnar, söngvarnir, endalausu helgisiðirnir byrðina af hjarta hans. Sama hvað hann gerði, hélt óttin áfram, sektarkenndin dýpkaði. Því meira sem hann reyndi, því meira mistókst honum. Því meira sem hann vann, því fjarlægari virtist Guð. Það var á þessum kvalatímum sem Guð í miskunn sinni sendi honum leiðsögumann, mannanafni Strápits. Strápits var öðruvísi en hinir. Hann sá í Lúther ekki aðeins baráttufullan munk, heldur sál að drukkna í örvæntingu. Hann hlustaði á ótta Lúthers, kvalafullar játningar hans, örvæntingafullar leit hans að réttlæti. En svo með einföldum en öflugum orðum benti hann honum í nýja átt. Í stað þess að pynta sjálfan þig vegna synda þinna, sagði hann, kastaðu þér í faðm frelsarans, treystu honum, réttlátu lífi hans, friðþægingu dauða hans, hlustaðu á son Guðs. Hann varð maður til að veita þér tryggingu guðlegra náðar. Elskaðu þann sem elskaði þig fyrst. Gæti það verið svona einfalt? Gæti verið að frelsun væri ekki eitthvað sem þyrfti að vinna sér inn, heldur eitthvað sem þyrfti að þiggja. Gæti verið að öll hans viðleitni hefði verið til einskis vegna þess að Kristur hafði þegar unnið verkið.
Í fyrsta sinn fór hugmyndin trú, ekki verk, að festa rætur í huga hans. Það var ekki enn ógn, það var ekki enn full mótað, en fræin hafði verið sáð. Óttafjötrarnir voru farnir að losna. Spurningin sem hafði plagað hann svo lengi, hvernig maður geti verið réttlátur frammi fyrir Guði, var ekki lengur vonlaus. Það var enn margt að læra, enn margar baráttur framundan. En á því augnabliki hafði ljós rofið myrkrið. Rödd talaði inn í örvæntingu hans, bauð ekki fordæmingu heldur náð. Og þótt hann vissi ekki enn hvert þessi leið myndi leiða, hafði hann stigið fyrsta skrefið í átt að sannleika sem myndi breyta heiminum. Lúther hafði eytt árum í klaustrinu, glímt við sektarkennd, leitað friðar með sjálfsafneitun, svelt líkamann í vonum að hann hreinsaði sál hans. Hann hafði leitað í ritningunum, gleypt orð Páls, hugleitt sálmana og barist gegn myrkri eigin hjarta. En sama hversu mikið hann bað, sama hversu margar nætur hann lá svefnlaus á köldu steingólfinu, þá stóð spurningin eftir. Hvernig gat maður verið gerður réttlátur gagnvart Guði? Og svo breyttist eitthvað. Með leiðsögn stápits, með brennandi spurningum sem engin prestur eða kenning virtist geta svarað, með krafti orðsins sem hafði byrjað að festa sig í hjarta hans, opnaðist ný leið fyrir honum. Hann var kallaður úr þögn klaustursins til staðar þar sem rödd hans myndi ekki aðeins heyrast, heldur myndi hrista sjálfar undirstöðu kirkjunar. Hann var kallaður til að kenna. Háskólinn í Wittenberg, enn ungur og enn að finna sinn sess í heimi fræðslunar, tók á móti honum sem prófessor. Og hér loksins fann hann sig í sinni sönnu köllun. Hann var ekki lengur bara munkur, þjakaður á ótta. Hann var fræðimaður, kennari, maður frjáls til að kanna ritningarnar eins og þær hefðu verið skrifaðar, ekki eins og þær hefðu verið túlkaðar í gegnum linsu páfaveldisins, heldur á upprunalegu tungumáli þeirra, í tærustu mynd sem þær hefðu verið gefnar. Og svo lærði hann las hebresku Gamla testamentisins, rak merkingu orða í grísku Nýja testamentisins, bar saman þýðingar og leitaði að öllum blæbrigðum. Hann vildi skilja, ekki samkvæmt hefð, ekki með orðum manna, heldur með sjálfum andadrætti Guðs. Það var hér sem Biblían var meira en bók fyrir hann. Það varð líflína hans, kraftur hans, undirstaða hans. Það dugði honum ekki að vita þetta sjálfur. Eldurinn sem brann innra með honum var óstöðvandi. Hann stóð fyrir framan nemendur sína og talaði af ástríðu sem þeir höfðu aldrei heyrt áður. Hann opnaði sálmana, rit Páls, kenningar Krists og skyndilega voru þessi textar ekki lengur fjarlægir, ekki lengur bundnir athöfnum og helgisiðum. Þeir voru á lífi, þeir voru öflugir og fólki kom. Ekki bara nemendur, ekki bara fræðimenn, heldur líka venjulegt fólk, fátækt, hungrað, þeir sem höfðu lifað í sama ótta og hafði einu sinni heltekið hann. Þeir komu og hlustuðu. Þeir héldu fast í orð hans, því að í þeim heyrðu þau eitthvað sem þau höfðu aldrei heyrt áður, sannleikann. Kristnir ættu ekki að taka við neinum öðrum kenningum en þeim sem byggja á valdi heilagra ritningar, lýsti hann yfir. Rödd hans hljómaði gangana í Wittenberg og á því augnabliki kviknaði neisti. Ljósið myndi ekki slökkna. En ljós og myrkur geta ekki samræmst. Sannleikurinn situr ekki þögull við hlið ósanninda. Því meira sem hann talaði, því fleiri spurðu. Því meira sem hann kendi, því meira brotnuðu fjötrar hefðarinnar. Og þeir sem höfðu lengi haft völd, þeir sem höfðu byggt vald sitt á fáfræði fólksins, fóru að taka eftir því. Hvísl breyttist í orðróm, murmur breyttist í ásakanir. Hann var að skapa óróa, hann var að ögra kerfinu, hann var ógn. En Lúther hikaði ekki, hann hélt áfram, talaði með enn meiri djörfung. Ég kom ekki að færa frið heldur sverð, hafði Kristur varað við, og nú ómuðu þessi orðum götur Wittenberg, í gegnum sali valdsins, í gegnum hjarta kirkjunar sjálfrar. Samt var hann ekki tilbúinn að slíta sig alveg frá henni, hann trúði á kirkjuna, hann trúði því að hægt væri að breyta henni, og ef menn sæju sannleikann, ef þeir læsu orðið sjálfir, myndu þeir snúa sér frá illu. Hann skildi enn ekki hversu djúpt spillingin hefði fest rætur. Þessi skilningur kæmi í Róm. Róm, hinn helga borg, kirkjusetur, staðurinn þar sem Pétur sjálfur hafði einu sinni gengið. Það var draumur fyrir hvert munk að heimsækja, staður undrunar og lotningar. Og þegar honum bauðst tækifæri til að ferðast til borgarinnar, lagði hann af stað spenntur, hjarta hans fullt af eftirvæntingu. En Róm var ekki eins og hann hafði ímyndað sér.
Í fyrstu dáðist hann af fegurð hennar, háu dómkirkjurnar, stytturnar, stórfengleiki páfahallana. En undir yfirborðinu, undir gulli og marmara, var eitthvað mun dekkra af ekki. Hann sá það í prestunum sem þustu í gegnum messur sínar, sögðu bænir eins og tóm orð, framkvæmdu sakramentin af kæruleysi. Hann sá það hjá prestunum sem lifði í luxus á meðan fátækir sveltu fyrir utan dyr þeirra. Hann heyrði það í hlátri manna sem hefði átt að vera hirðar, en töluðu aðeins auð og völd. Og svo var það stiginn. Hann var kallaður heilög skref, sagðu vera einmitt þrepin sem Kristur hefði gengið þegar hann stóð fyrir framan rómverska landstjóran. Kirkjan lofaði að þeir sem gengu upp á hnjánum skref fyrir skref myndu fá sérstakar aflátslausnir, syndafyrirgefningu, nálgun Guðs. Lúther enn fastur í trúarbrögðin sem höfðu verið hömruð inn í hann frá barnæsku, enn örvæntingafullur að gera það sem rétt var, beygði hné sitt og byrjaði að klifra. Hvert skref var trúarathöfn, ákall réttlæti, fórn sálar hans. Svo allt í einu gerðist það, rödd ekki hans eigin, ekki frá neinum manni, heldur rödd eins og þrumur, brutust inn í hugsanir hans og hristu hann til mergjar. En réttláti mun lifa fyrir trú. Og orðin slógu hann eins og elding, hann fraus, hendur hans gulfu á köldum steininum, hjarta sló hratt. Trú, ekki verk, ekki helgisiðir, ekki aflát keypt með mynt eða bænum sem voru muldraðar af nótum. Trú, sannleikurinn sem hafði vaknað í honum, sannleikurinn sem hafði verið hvíslað af blöðum Biblíunnar, sannleikurinn sem hafði byrjað að myndast í Wittenberg en hafði ekki enn náð fullri fótfestu. Nú var það óumdeilanlegt. Hann stóð upp, hann kláraði ekki klifrið, hann kláraði ekki helgisiðinn, hann sneri sig frá, hugurinn á fleygiferð, hjartað brann. Hann hafði komið til Rómar í leitað helgi, í staðinn hafði hann séð spillingu. Hann hafði komið til að fá staðfestingu, í staðinn hafði hann heyrt rödd Guðs, og nú var engin leið tilbaka. Þegar hann yfirgaf Róm skildi hann eftir meira en bara borg. Hann skildi eftir þá trú að frelsun var ei áunnin, að kirkjan geti staðið á milli manns og Guðs, að hefðir mannsins hefðu vald yfir sannleikanum. Augun hans höfðu verið opnuð, hjarta hans hafði breyst. En leiðin framundan yrði ekki auðveld, kirkjan myndi ekki sleppa valdi sínu án baráttu. Og Lúther, nú vopnaður sannleikanum, myndi brátt finna sig í miðju orustu sem myndi hrista heiminn. Lúther yfirgaf Róm með opin augu, en sál hans var enn óróleg. Hann hafði séð spillinguna með eigin augum, en skildi ekki enn dýpt blekkingarinnar. Hann hafði heyrt rödd Guð segja, en réttláti mun lifa fyrir trú. En heimurinn í kringum hann hélt enn fast í kerfi sem þrælaði menn af ótta. Gæti verið að kirkjan, sú stofnun sem sagði standa í stað Krists, hefði svo langt fjallast sannleikann að hún hefði orðið ríkilega. Heimkoma hans til Wittenberg einkenndist af enn dýpri hollustu við ritninganám. Hann hélt fyrirlestra með vaxandi sannfæringu, predikaði ekki kenningar manna, heldur hreint óblandað orð Guðs. En samt á meðan hann var við kennslu, leiðsögn og prestastörf, rann upp ný ílska upp fyrir honum. Eitthvað svo djart, svo viðbjóðslegt að það hristi hann til mergjar. Það byrjaði með hvísli, sögusagnir bárust til Wittenberg að maðurinn Johann Tetzel væri á ferðum Þýskaland. Predikaði með miklum glæsileika, dróa sér mannfjölda. Í fyrstu virtist þetta vera hver önnur yfirlýsing frá kirkjunni, stór orð synd og frelsun, vald páfa, nauðsyn trúara til að leggja sitt af mörkum til verk Guðs. En svo kom sannleikurinn. Tetzel var ekki bara að predika, hann var að selja aflát. Róm hafði búið til vöru úr náð Guðs. Í skiptum fyrir peninga bauð kirkjan syndafyrirgefningu. Engin iðrun nauðsynleg, engin trú nauðsynleg, bara greiðsla. Og fyrir rétt verð gat maður ekki aðeins forðast refsingu fyrir eigin syndir, heldur jafnvel keypt frelsi ástvina úr hreinsunareldinum. Það var markaður sála og þar var Tetzel kaupmaður. Með dramatískum stíl bar hann stóra kistu úr gulli og lýsti því yfir að með hverri mynt sem fjalli ofan í losnaði önnur sál undan kvölum. Ekki einu sinni iðrun nauðsynleg, fullvissaði hann fólkið. Fólkið sem var gegnsýrt af fáfræði og bundið hjátrú trúði honum. Þeir flykktust að honum, örvæntingafullir eftir aflausn, spenntir að kaupa sér leið til himna.
Þeir héldu í höndunum litlum pappír, stimpluð með innsigli kirkjunnar, sönnun keypta frelsun þeirra. Sóknarbörn Lúthers fóru að koma til hans, réttu honum þessi verðlausu vottorð og bjuggust við fyrirgefningu. Þeir leituðu ekki lengur fyrirgefningar Krists. Þeir skulfu ekki lengur undan sannfæringu. Þeir grétu ekki lengur yfir synd. Þeir greiddu einfaldlega verðið, héldu í aflátið eins og það væri skjöldur gegn reiði Guðs. Lúther var skelfingu lostinn. Væri hægt að kaupa frelsun? Gæti náð Guðs verið dregið niður í gjaldmiðil? Þýddi blóð Krists ekkert? Pétur hafði einu sinni hafnað slíkri hugmynd með eldheitri yfirlýsingu. Þrífist aldrei silfur þitt né sjálfur þú, fyrst þú hugðist eignast gjöf Guðs fyrir fé. Og hér var það aftur, menn að selja það sem Kristur hafði gefið frjálslega, snúa fagnaðarerindinu í græðgi. Lúther gat ekki þagað. Hann stóð í predikunarstólnum, rödd hans skjálfandi af réttlátri reiði. Hann varaði hjörð sína við. Hann neitaði að veita fyrirgefningu þeir sem treysta á aflát í stað iðrunar. Náð Krists var ekki hægt að kaupa. Það var ókeypis gjöf. En eitur blekkingarinnar hafði þegar breiðst út. Fólkið, blint og blekkt, muldraði sín á milli. Var presturinn þeirra að ögra kirkjunni? Var hann að hafna valdi páfans? Lúther vissi hversu hættulegt það var að tala gegn Róm. Hann hafði séð hvernig menn sem voru á móti páfadæminu voru þaggaði niður, fangilsaðir, pyntaðir og brendir. En hann vissi líka að þögn andspænis slíkri ílsku myndi gera hana svikara sannleikans. Hann hafði lært Biblíuna á upprunalegu tungumáli hennar og hvergi hafði hann fundið aflát. Kristur hafði dáið í eitt skipti fyrir öll. Fórn hans var fullkomin. Blóð hans eitt og sér bætti fyrir syndina. Að halda öðru fram var að gera lítið úr náðinni. Og þannig á kaldri októbernótt árið 1517, þegar skuggarnir lengdust yfir Wittenberg, tók Lúther eitt blað, skjal með 95 greinum, hver og ein hjó á gildi aflátsbréfa og neldi það á dyr kastalakirkjunar. Hamarinn hljómaði í kyrrð kvöldsins, hvert högg var högg gegn blekkingum, hvert orð var áskorun við legarnar sem héldu milljónum í ánauð. Hljóðið bergmáliði tómar göturnar eftirtektarlaust, en á því augnabliki hafði sagan verið endurskrifuð. Eldur hafði verið kveiktur, eldur sem ekki var hægt að slökkva. Morguninn hafði fólkið safnað saman, augun vikkuðu þegar þeir lásu orð Lúthers, spyrjandi orð sem kröfðu sannleika, orð sem kölluðu á umræðu. Kenningin breytist út eins og eldur í sinu. Innan nokkra daga voru þar afritaðar, dreifðar og ræddar í hverju þýsku horni. Innan nokkra vikna höfðu þar náð til Rómar. Baráttan var hafin. Lúther hafði ekki enn afneitað páfanum, en þorði að efast hann. Hann hafði ekki enn slitið sig frá kirkjunni, en hann hafði hafnað græðgi hennar. Hann leit ekki enn á sig sem umbótamann, en hann hafði orðið slíkur og Róm tók eftir því. Fyrsta viðbragðið var háð. Hver var þessi munkur, þessi óþekkti prófessor frá litlum háskóla til að ögra tilskipun kirkjunar? En þegar hreyfingin breytist út, þegar nemendur, fræðimenn og almenningur flykktust til Wittenberg til að hlusta á hann tala, þagnaði hláturinn. Lúther var kallaður til. Bréf barst frá Róm, þar sem krafist var að hann kæmi fyrir kardinala Cajetan í Augsburg. Þar fyrir sendiherra páfans sjálfs átti hann að svara fyrir glæpi sína. En Lúther var ekkert fífl. Hann vissi hvað hafði gerst við aðra sem höfðu verið kallaði fyrir dómstóla Rómar. Hann hafði lesið John Huss, sem hafði treyst loforðum kirkjunar örugga för en var brenndur á báli. Samt fór hann. Þegar hann kom til Augsburg mætti hann ekki umræðum heldur kröfum. Kardinálinn gaf í öllu sínu valdi og hroka eina tilskipun. Dragðu þig tilbaka eða ég sendi þig til Rómar til að mæta fyrir dómsnefndina til að taka mál þig til umræðu. Ég mun bannfæra þig og alla stuðningsmenn þína og alla sem hvenær sem samþykkja þig og reka þá út á kirkjunni. Lúther stóð óhaggaður fyrir framan hann. Draga tilbaka? Hvernig gat hann það? Mundi hann nú neita sannleikanum sem hann hafði eitt lífi sínu í að leita að? Mundi hann snúa baki við orði Guðs til að þóknast hefðu manna? Auðvitað ekki, nei. Hann mætti augnaráði sendimannsins og endurtók skipunina: draga tilbaka. Það myndi hann ekki gera. Hann gat það ekki. Fundurinn endaði í reiði. Lúther gekk burt, óbreyttur,
óbugaður, óbrotinn. Kirkjan hafði hótað, hún hafði hrætt hann, en hún hafði ekki þaggað niður í honum. Fyrir heiminum var hann enn munkur, maður sem stóð einn, en hann vissi betur. Ef verkið af Guði, hver mun þá stöðva það? Ef ekki, hver getur þá sent það áfram? Ekki vilja minn, né þeirra, né okkar, heldur vilja þinn, ó heilagi Faðir sem ert á himnum. Bardaginn var langt frá því að vera búinn. Róm hafði ekki enn spilað sína síðustu hönd. Stormurinn var rétt að byrja. Uppreisn Lúthers við Augsburg hafði ekki aðeins reitt Róm til reiði, heldur einnig gert hann af ofsóttum manni. Kirkjan hafði gefið út hótanir og krafist undirgefni hans, en hann stóð fastur, óhagganlegur, óhræddur. Nú lagðist þungi uppreisnarinnar á hann, ekki aðeins í orðum, heldur í þeirri raunverulegu hættu sem lá yfir lífi hans. Hvíslum morð bárust göturnar, dökkar áætlanir voru að myndast í leyndum klefum, meðal manna sem sáu hann ekki sem fræðimann, ekki sem umbótamann, heldur sem óvin kirkjunar, villutrúa mann sem hafði þorað að ögra valdinu. Róm hafði tekið menn að lífi fyrir mun minna. Hafði það ekki brent John Huss fyrir einfalda neitunum að draga tilbaka? Hafði það ekki mulið niður allar raddir sem stóðu gegn því? Skipunin var skýr. Lúther verður að þagga niður. Jafnvel áður en hann yfirgaf Augsburg var fréttin hættu að þrengjast hann. Fulltrúar kirkjunar fylgdust með hverju skrefi hans. Þetta var ekki lengur bara umræða. Þetta var stríð. Sendiboðinn, reiðir yfir því að Lúther neitaði að lúta, lagði á ráðunum að láta handtaka hann og senda hann til Rómar, þar sem engin lög gátu verndað hann. Þar, undir háum veggjum Vatikansins, myndi hann hverfa og aldrei sjást aftur. En Guð hafði ekki leitt hann svona langt til að yfirgefa hann. Einhvern veginn bárust fréttir af samsærinu vinum Lúthers. Brýnar raddir vöruðu hann við, að jafnvel að fresta einn dag væri að bjóða dauðanum heim. Hann verður að fara strax. Það var engin tími til að safna eigum sínum, engin tími fyrir kveðjuorð. Hann varð að flýja. Undir hulu myrkursins, áður en dögun gat afhjúpað hann fyrir augum óvinar hans, smeygði Lúther sér burt frá Augsburg. Á lánuðum hesti reið hann eins og lífið væri að veði. Leiðsögumaður hans, sendur af vinnum sem óttuðust líf hans, leiddi hann þöglar göturnar, fór fram hjá borgarhliðunum og inn í óþekkta nóttina. Kalt loftið beit í húðina, hófar hessin slógu á moldarveginn, daufir en ákafir, og færðu hann sífellt lengra frá borginni. Hver skuggi gat falið óvin, hver beygja gæti leitt til gildru. Umboðsmenn Rómar voru allstaðar og reyndu að handtaka hann áður en hann gæti fundið öryggi. Ef þeir náðu honum yrði engin áfrýjun, engin önnur yfirheyrsla, hann yrði dreginn til Rómar í hlekkjum, en hlið Augsburgs fjarlægðist á eftir honum. Himinin fór að lýsast og með hverri mílu fann hann hönd Guðs verja sig. Þegar legantinn áttaði sig loks á að Lúther var farinn, var það of seint. Gildran hafði verið sett en bráðin hafði sloppið. Reiði brann í sendiherra Rómar. Hann hafði búist við að snúa aftur til páfans sigursæll með Lúther bundinn sem verðlaun. Í staðinn hafði hann verið plataður. Lúther var frjáls. Nú sneri Róm sér að annarri aðferð, þrýstingur. Bréf voru send til Friðriks, kjörfursta Saxlands, mannsins sem hafði veitt Lúther vernd í Wittenberg. Róm krafðist þess að Friðrik afhenti Lúther, afhenti hann yfirvöldum og framseldi hann sem uppreisnarmann. Kirkjan bjóst við hlýðni. Engin prins hafði áður þorað að ögra páfadæminu, engin höfðingi hafði staðist tilskipanir þess. En Friðrik var ekki maður blindrar undirgefni. Hann var varkár, ákveðinn og hann hafði fylgst með. Friðrik hafði séð heiðarleika í orðum Lúthers, heiðarleikan í kennslu hans. Hann hafði séð fólkið flykkjast til Wittenberg, ekki í uppreisn, heldur í hungri eftir sannleika, þekkingu, orði Guðs. Var þetta merki villutrúamanns? Hann hafði ekki fengið neinar sannanir frá Róm. Engin sönnunargögn að Lúther væri sekur neitt nema það efast spillingu manna sem sögðust tala fyrir Guð. Og þannig í bréfi sem kom kirkjunni á óvart neitaði Friðrik kröfum Rómar. Þar sem Dr. Martin hefur komið fyrir yður í Augsburg, ættið þú að vera ánægður. Við bjuggumst ekki við því að þú myndir reyna að fá hann til að draga tilbaka án þess að hafa sannfært hann mistök sín. Enginn af lærðum mönnum í furstadæmi okkar hefur sagt mér að kenning Martins sé guðlaus, andkristinn eða villutrúleg. Það var djörf afstaða.
Friðrik lýsti ekki opinberlega yfir stuðningi við Lúther, en hann gerði eitthvað mun hættulegra. Hann neitaði að lúta blindandi valdi páfans. Hann krafðist sönnunargagna, rökstuðnings, röksemda. Róm hafði treyst á vald, ekki sannleika, og nú í fyrsta sinn var máttur einn á sér ekki nóg. Lúther var öruggur, varinn undir eftirliti Friðriks. En stormurinn var langt frá því að vera búinn. Ef páfadæmið hafði vonast til að hótanir myndu þagga niður í Lúther, hafði það reiknað rangt. Í stað þess að hverfa í gleymsku var rödd Lúthers aðeins hærri. Kennsla hans breyttist langt út fyrir sali Wittenberg, ferðaðist Þýskaland og Evrópu og kveikti elda sem ekki var hægt að slökkva. Frá Sviss til Hollands, frá Frakklandi til Englands, frá Ítalíu til Belgíu festi siðaskiptin rætur. Skrif hans sem áður voru bundin við kennslustofu voru nú í höndum almennings. Þannig höfðu rit Lúthers kveikt allstaðar nýjan áhuga á heilum ritningum og sögulegum heimildum. Hjátrú var það víkja fyrir skilningi, ótti var það víkja fyrir trú. Menn leituðu ekki lengur til Rómar eftir svörum, þeir snéru sér að Biblíunni. Pílagrímaferðir til Rómar fóru að fækka, gripirnir sem þúsundur höfðu áður dýrkað virtust nú innantómir, máttlausir. Þar sem menn höfðu áður tæmt veskið sín til að kaupa aflátsbréf, spurðu þeir nú, hvar er þetta í ritningunni? Lúther sjálfur sá blekkinguna skýrari en nokkru sinni fyrr. Hann rannsakaði tilskipanir páfanna, skoðaði kenningar þeirra og bar þar saman við orð Krists. Og því meira sem hann las, því meira var sannleikurinn ljós. Ég er að lesa tilskipanir páfanna og ég veit ekki hvort páfinn sé sjálfur andkristur eða postuli hans. Svo mikið er Kristur rangtúlkaður og krossfestur í þeim. Þetta snerist ekki lengur bara aflát. Þetta snerist ekki lengur bara spillingu. Þetta snerist sannleika gegn blekkingu, Kristur gegn Róm. Og svo kom önnur uppgötvun sem sendi kulda niður hrygg hans. Hvað með háskólana? Hvað með skólana þar sem hugarfar unga fólksins er mótað? Myndi næsta kynslóð yfir höfuð þekkja ritningarnar eða myndi þau líka láta leiða sig inn í myrkrið af kenningum manna? Viðvörun Lúthers var alvarleg. Ég er mjög hræddur að háskólarnir muni reynast vera mikil hlið helvítis nema þeir leggja sér fram við að útskýra helgu ritningarnar og grafa þær í hjörtu æskunar. Ég ráðlegg engum að setja barnið sitt þar sem ritningarnar ráða ekki mest. Allar stofnanir þar sem menn er ekki stöðugt uppteknir á orði Guðs verða að spillast. Kirkjan hafði haldið Biblíunni frá fólkinu í aldir, myndi það nú gera það sama við börnin þeirra? Orustan var ekki lengur bundin við páfasali og konunglega dómstóla. Það var í skólum, predikunarstólum, heimilum almennings. Heimurinn var að breytast, orðið var að breiðast út og Róm, örvæntingafull, reið og ógnað eins og aldrei fyrr, var að fara að slá tilbaka með allri reiði særðs dýrs. Lúther hafði áður staðið frammi fyrir ógnunum frá Róm. Hann hafði verið kallaður, ákærður og skipað að gefa sig. Hann hafði heyrt trylltar kröfur sendimanna, hvíslandi samsæri morðingja og opinbera fyrirlitningu þeirra sem einu sinni kölluðu hann bróðir. En þetta var öðruvísi. Allur þungi páfadæmisins hafði fallið á hann. Tilskipun hafði verið gefin út frá æðsta valdastóli, skipun sem ómaði veggi kirkjunar. Páfinn, sem var ekki lengur sáttur við ráðstefnur og umræður, hafði lýst hann villutrúamann. Páfabréfið, Exsurge Domine, var síðasta viðvörun Rómar. Orðin voru skörp og óbilgjörn, ekki aðeins að fordæma Lúther, heldur leggja bölvun á alla sem fylgja honum. Það krafðist tafarlausrar undirgefni hans, afturköllunar hans, algjörar uppgjafar. Ef hann neitaði yrði hann bannfærður að eilífu einangraður frá kirkjunni, frá frelsinu, frá sjálfri nærveru Guðs, eða svo hélt Róm fram. Lúther hélt skjalinu í höndunum, hann las orðin, hótanirnar, yfirlýsingarnar, en hvað sá hann? Sá hann rödd Krists? Sá hann vald postulana? Nei, hann sá keðjur mannlegs stolts, hann sá spillingu valdsins, hann leita Róm ekki sem brúður Krists, heldur sem sjálfan andkrist. Hjarta hans titraði ekki, röddin titraði ekki, svar hans var ekki ótti, heldur réttlát reiði, heilagur mótþrói, sannleikur sem stóð gegn lyginni. Ég fyrirlít og ræðst gegn því sem guðleysi, pölsun. Það er Kristur sjálfur sem er dæmdur þar,
Ég gleðst yfir því að þurfa að bera slík mein fyrir besta málstæðin. Ég finn nú þegar meiri frelsi í hjarta mínu, því loksins veit ég að páfinn er andkristur og að hásæti hans er hásæti Satans sjálfs. Þetta var ekki lengur bara ákall umbætur, þetta var stríð og Lúther vissi að Róm myndi ekki hætta fyrr en hann yrði annaðhvort þaggaður niður eða drepinn. En hvaða vald hafði Róm yfir honum? Hvað gat páfinn gert sem Kristur hafði ekki þegar yfirstigið? Sögðu ekki ritningarnar, ef Guð er með oss, hver er þá á móti oss? Gæti einhver tilskipun frá mönnum kollvarpað orði hins almáttuga? Lúther myndi ekki beygja sig og því undirbjó hann sitt eigið svar fyrir augum allra. Dagurinn rann upp, loftið var þykkt af spennu, hópur safnaði saman í kvíðafullri eftirvæntingu. Þau höfðu séð bækur brenndar áður en aldrei svona. Hann hélt því hátt svo allir gætu séð, úrskurðurinn sem kallaði hann óvin Krists, dómurinn sem reyndi að brjóta hann, og svo kastaði hann því í logana. Eldurinn gleypti skjalið, orð páfans urðu að ösku. Fjöldinn andvarpaði, sumir stóðu í þögn af undrun, aðrir fögnuðu, og á því augnabliki hafði lína verið dregin í sögunni. Óvinir mínir hafa getað, með því að brenna bækur mínar, sært málstað sannleikans í huga almennings og eyðilagt sálir þeirra. Af þessum sökum eyði ég bréfið þeirra í staðinn. Alvarleg barátta er rétt að hefjast. Hingað til hef ég aðeins verið að stríða gegn páfanum. Ég hóf þetta verk í nafni Guðs. Það mun enda án mín og með hans valdi. Lúther hafði lýst yfir frelsi sínu. Hann leitaði ekki lengur sátta við Róm, því Róm hafði yfirgefið fagnaðarerindið. En þótt hönd hans skilvi ekki þegar hann kastaði þeirri skipun í eldinn, var sál hans ekki ósnortin af þunga þess sem hann hafði gert. Að slíta sig frá páfanum var ekki aðeins að slíta sig frá manni, það var að slíta frá ævi langri kennslu, frá hefðum sem voru djúpt rótgrónar frá barnæsku. Það var að standa einn á engu nema orði Guðs, og í kyrrð eigin hjarta glímdi Lúther. Ég finn sífellt meira fyrir því hversu erfitt það er að leggja til hliðar þar efasemdir sem maður hefur tileinkað sér í æsku. Og hversu mikil sársauka það hefur valdið mér að réttlæta fyrir sjálfum mér að ég þoraði að standa einn gegn páfanum og halda honum fram sem andkristi. Hverjar hafa erfiðleikar hjarta míns ekki verið? Svo barðist ég við sjálfan mig og Satan þar til Kristur með eigin óskeggula orði styrkti hjarta mitt gegn þessum efasemdum. Jafnvel sterkustu stríðsmennirnir finna þyngd bardagans, en var hann í raun einn? Nei, því hver hafði kallað hann? Voru það menn? Var það metnaður? Var það vilji hans eða Guð sjálfur? Heimurinn sá Munk standa einn, ögrandi mesta mátt jarðar. En í augum himinsins var þetta engin einmanna maður. Þetta var þjónn af hæsta stigi á kletti eilífs sannleika, og með heilagri dirfsku lýsti hann yfir: hver veit nema Guð hafi ekki valið og kallað mig, og ef þeir ættu ekki að óttast að með því að fyrirlíta mig, fyrirlíti þeir sjálfan Guð. Ég er viss þetta, að orð Guðs er með mér og ekki með þeim. Aðskilnaðurinn var fullkomnaður. Lúther hafði rifið niður síðustu tengslin við Róm. Það var engin afneitun, engin uppgjöf, engin afturför, og þótt Róm geisaði, þótt hótanir gegn honum urðu harðari, þótt menn leituðu lífs hans, var orð Guðs ekki bundið. Eldar ofsóknar myndu koma, trúar ofsóknir myndu þrýsta enn meira, en sannleikurinn hafði verið leystur úr læðingi og engin skipun manns gat nokkuð tíman falið hann aftur.